Mikið rétt sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Það komið loka úrslit í leik kvöldsins í fyrst til karla. Valur sigraði Hött 76-68. En nú áfram með handboltan og línuna komin hann Ágúst Elí Björgvinsson og Sigurður Lúther hérna með eldhrest viðtal við hann. Sæll Ágúst minn. Blessaður. Hvað segir hann? Það er bara góður. Jæja. Herðu, fyrsta spurning. Hvernig hérna laðist þessi dráttur í þig? Bara mjög vel. Ok. Þetta eru 4 efstu liðin og þetta er bara spennandi og skemmtileg helgi. Já. Þegar var hérna byrjað að draga, var það eitthvað varst þú sjálfur með eitthvað svona í kollinum, eitthvað svona draumalið? Nei, það er bara svona aðalega að mæta Haukum einhvern tímann í keppninni. Já. Það er allt. Það er möguleiki því náttúrulega. Það er náttúrulega möguleiki því. Það yrði náttúrulega svakalegur úrslitaleikur F og Haukar. Já, ég hugsa að sé, ég veit ekki hvernig það er í sögun, en ég held allavega það sem að aftur minna, það sem að ekki allar munna, að það er ekki upplifa úrslitaleik milli F og Haukar, sko. Nei, já, það er svoleiðis, já. Já, ég bara veit að ég fór ekki að fara aðalveg með það, sko, en þetta er, ég held að hafa aldrei gert, sko. Það var bara eldgamla það. Þá nú komið tími á það, sko. Það ekki. Já. En hérna, þetta náttúrulega í raun og veru, ég var nú að tala við Elías Már Halldórsson hérna á undan þér og hann var nú algjörlega sammála því, þetta það alveg sama, þú veist, oft þetta þannig að maður vonar svona, þú veist, að einhver 2 lið spili til úrslita, það séu bestu liðin, en af þessum 4 liðum úrslitaleikur verður alltaf geggjaður, sko. Jú, það rétt, þetta náttúrulega 4 bestu liðin á landinu eins og stendur og hérna 4 efstu liðin alltaf, þannig að þetta verður hörku helgi, sko. Það verður, ég býst að allir leikirnir verður spennandi og skemmtilegi fyrir áhorfendur að horfa á, sko, þannig að og hvað það útlenda leikurinn. Já. Sko, ef við tökum aðeins bara F-liðið, það búið að vera svona, mér hefur svona fundist þetta vera svona, mér fannst þetta svona þetta startaði betur í ár heldur en í fyrra. Þetta var náttúrulega bara hörmuleg byrjun eins og við byrjuðum tímabili í fyrra, en þið komist á skrið. Mér hefur svona fundist samt vera bara svona kannski svolítill rockgangur á þessu núna, svona upp og niður, en já, eins og þeir eru búin að vera að spila í síðustu leiki fyrir áramót og núna eftir áramót, þeir eru bara frábært lið. Já, við erum það. Við erum bestið, þannig að við erum með allt annan hóp núna. Við fengum þarna 3 nýja leikmenn sem eru alltaf bara stór púsli í okkar púslinspili, þannig að þeir taka mikið til sín og þeir að skora og varnarlega séu allir mjög góður og sóknarlega séu líka. Ríkala góður í hóp, allir 3 og það er náttúrulega við létum einhverja 4-5-6 fara í fyrra, sko, þannig að alltaf stór skörð að fylla. Mér finnst við að margir hissa Andri Berg hafi verið látið fara. Já. Þegar hann kom til mín í viðtala á 5 og sagði sjálfur ekki alveg skilja það. Nei, þetta var bara svo frumur að þau skilja loftið fyrir okkur strákanleika, sko. Við fyrkast ekki þessu og hann ekki heldur, en þetta bara eitthvað sem gerist bak við tjöldina, ég þó ekki fara með, sko, en þetta var gert og svona þetta. Ert þú búin að vera standandi í markinu þarna svona sem aðal markmaður í nokkuð langa tíma? Þú ert að gera samning, ég ætla að fletta honum upp á þannig tala við, var það ekki til 2020 eða? Jú. Já, ok, 2020. Ég fór aðeins að velta fyrir mig þegar ég sá þessar fréttir fyrst að þú ætlar að standa í marki FH til 2020 og ég veit að þú ætlar að vera aðalmarkvörður liðsins, alveg burtséð frá því að þú kaupið annar markmann eins og hefur staðið til og stóð til í fyrra. Þá þykist ég vita það alveg upp á hára og þú ætlar að sigra alla samkeppni. Af hverju tekur þetta skref að semja bara strax núna á miðju tímabili 3 ár fram í tíman?
Akkur ekki. Akkur ekki til dæmis? Þetta er náttúrulega minn klúbbur og ég og mín ætt, afi minn og allir þeir sem að ganga með minn ætt, þeir eiga stóra sögu í þessum klúbb og það var ekkert að fara, þetta er rauninni, þetta var auðvelt fyrir mig skilur að skrifa undir í FH sko, en síðan er náttúrulega spurning hvort að maður ætla að fara út eða eitthvað svona, en það er bara mér fannst þetta rétt skrif og hafði bara ágætlega það finnst bara úrslit gaman í þessu liði og frábæra aðstæðsverði með geggjar hópur og góð þjálfur þannig já, okkur ekki. Ég er ekki viss að ég fái einhvern mann til þess að standa upp og segja að þetta hafi verið röng ákvörðun. Nei. Það er erfitt fyrir þann mann kannski að útskýra en að því að þú kemur kannski aðeins inn á því sjálfur áðan maður hélt kannski að næsta skref, maður sá það þú myndir aldrei fara að semja við Val eða Hauka eða eitthvað svoleiðis en akkurat þetta skref að fara út og kannski ég veit að markmiðið er og þú ert að horfa á A-landsliðið einhvern tímann hvernig sem það verður, skilur ég veit að þú stefnir þangað en hefði skrefið verið að fara út í klubb úti og öðlast þannig kannski meiri reynslu, sterkari deild og eiga þá þar að leiðandi möguleika að komast fyrir inn í A-landsliðið? Sko, mitt mat á þessu er að ég get ekki farið út fyrir ég var nógu tilbúin á mínum mati. Okay. Mér finnst ég ekki að nógu tilbúin og ég vil þurfa ég með ákveðið markmið og ákveðina hraðendurinn sem ég þarf að komast yfir bara í mínum bara með mín gildi handboltalessi sko, þannig að fara út núna væri bara ótímabært og heimska finnst mér ekki alltaf sko þangað til ég er nóg ánægð með mig að geta fara út sko. Þú vantar mikið upp á það? Ekki eitthvað að ég sé eitthvað óánægð með mig en bara þannig að maður sé jú, það er margir varjur sem að fara inn í þetta dæmi sko, en mér fannst bara að þetta var rétt ákvörðun að fara og skrifa undir í FH og þar leiðandi ég með bestu markvarðsþjálfurum á landinu Róland Ratsi til að hjálpa mér góða punktur þar þannig það var líka stór hluti von Róland þannig að það er margir hlutir sem að spila inn í maður þarf að þroskast áður maður getast í eitthvað skref út á þannig að það sé ekki oft nefnt eða eitthvað svona Þetta er nákvæmlega þessi umræða sem að hefur alltaf pompað upp þegar við erum að missa okkar bestu menn við sáum það Ómar Ingi Valsmann þegar hann fer út skiluru þar byrjar þessi umræða hann er að fara á ungur og hann er ekkert að fara í eitthvað mikið sterkari deild eða eitthvað bla bla menn eru kannski já þér finnst þetta að vera ungt þú ert hvað 22 já ég er að vera 22 ári nei það náttúrulega fer alveg eftir einstaklingum og stöðu leikmanna sko ég er markmaður eldast lengi í þessu sporti og það er oft verið að tala að markmaður toppi 28 ára svona ish en það fer náttúrulega bara alveg eftir tilbúinu og liðinu og því sem er í kringum handboltan, utan handboltan sko En hefurðu sett lið til hliðar? Eða hefurðu neitað liði? Hafa erlend liði haft samband við FH? Já, það hefur verið fyrirspurning en ekkert að fara eitthvað út í það. Nei, ok. Það var allavega ekki nógu gott og eins og þú segir, þú ekki kannski tilbúin í það sjálfur? Já, ég hef þetta verið rétt tækifæri sem að ég er búið mér og ég er ánægt með mína nánustu og þá er þetta eitthvað spyrjum að saga en bara ég nóg ánægt með aðstöðuna og framtíð FH sem handboltaklúbbs og liðið sko og þannig ég bara tók slaginn og skrifaði bröndu þarna í kriganum sko Ertu sáttu við bætinguna hjá þér sjálfu milli ára?
frá síðasta tímabili og það sem af þessu tímabili? Já, ég er uppleið og ég er að læra á mistökum og ég er með stöðugt ekki bókhald, bara svona, ég er með statistíkið sem ég fer reglulega yfir og hugsa þetta frá öðrum sjónarhornum en bara sjálfur mér sko, þannig að ég er inni, ég er mjög ánægður hvernig þetta er að þróast og líkamlega og tæknilega sé að ég á góðri leið. Það er mínum að þið sko. Hvernig er markvarðarprósentar hjá þér í vetur? Núna? Já. Það var eitthvað 39% fyrir jól. Fyrir jól, ok. Sáttur? Það var aðeins meira það. En við vorum að, já, það er bara, það er hægt að gera betur og það er líka hægt að gera verð, en maður heldur bara áfram og reynir að bæta sig bara hægt og rólega og gera það rétt. Ekki að vera að dæma sig út í eitthvað sem að hefur ekkert upp á sig. Nákvæmlega. Sáttu við vörnina hjá þér í vetur? Já, mjög. Það segur náttúrulega varnartrölli Jóhann Erinni Karlsson. Já. Þú þarf nú ekki að mikið öskra á hann. Þetta á skítamaður, sorry, ég er að afsaka þetta, Jón Karl Reynisson. Já, Jón Karl Reynisson. Þú þarf nú ekki mikið það þarf ekki mikið að öskra á hann. Þú þarf nú ekki mikið að öskra á hann til þess að standi sína plikt í vörninni. Nei, við erum alltaf með þessum 3 rísa hérna. Gústa, Jóa og Ísak. Og nú séum við náttúrulega Jón Bjarni sem kemur stundum að inn og lokar. Kemur fyrir hann loki bara vörninni, en við erum með mjög þétta og góða vörn, hávaxna og það er skýrt plan sem við förum eftir og við virðist allir skilja það, þannig að ég er mjög ánægður með hana. Svona eitt að lokum, Ágúst, fá stuðningsmenn FH að fagna einhverjum titli í vetur? Ætlarðu að lofa þeim því? Hvað segirðu? Geturðu lofa stuðningsmönnum FH að þeir fá að fagna einhverjum titli í vetur? Við erum alltaf búin að vinna eitt titil, deildabikarinn. Já, deildabikarinn, já. Þannig annan. Já, kannski aðeins stærri. Já, við stefnum á að vinna sem er í boði og erum að æfa í takt við það og erum fastir á okkar markmiðum og okkar vinnareglum, þannig að við leggjum allt í sölurnar þegar kemur að svona bikarhelgjum okkur, þegar bikar í boði þá er allt undir, þannig að við erum klárið í það. Ok. Gaman að tala við þig, Ágúst minn, og gangi þér sem allra best það sem eftir vetrar. Takk fyrir það. Já, takk. Takk, bye. Já, Ágúst Elí Björgvinsson, markvörður FH, maður er alveg hérna í ruglunni með þennan handboltastundum, Lúþer, en já, við ætlum að taka allan að síðasta handboltavita kvöldsins sem er Andrés Guðmundsson, þjálfari fyrstdeildarliðs kvenna í handbolta, það er þjálfari Fjölnis, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi.